13. mars 1989 kl. 1700 og nú hefst leikurinn með því að dregið verður töflur þátttakenda. Júlíus Ólafsson. Gegnið þið bara með hana, sko. Þú ert Baldur eða hvað? Þið eru allir búin að draga. Og þá númer 1. Það var Júlíus. Númer 2. Segðu nafnið ykkar bara. Nafnið ykkar bara? Það var þú sjálfur, sko. Nú, ég sjálfur. Númer 3. Birgir. Númer 4. Egger. Númer 5. Ari. Númer 6. Hugi. 7. 8. 9. 10. 11. Auðvitað ekki. Þá er þetta ekki lókið. Þetta verður rúmið 3 tímar. Þannig að í fyrstu umferð þá hefur Steini. þá hefur Steini hvítt á Jón og Ljóts, Birgir hvítt á Harald, Eggert hvítt á Baldur, Ari hvítt á Sigurgeir og Júlíus hvítt á Ómund. Þau hafa bara að fá okkur sæti og það er pappír innan líka. 10 mínútur. Hvað segir Ögmundur, 10 mínútur á skák? Já, 10 mínútur á skák. Þú var að semja jafntefli, Jón? Heyrðu, segðu mér Ögmundur, hvaða reglur voru þetta? Þetta er reglur um það að ef annar er að máta andstæðinginn og þá má drepa kónginn ef að leikur kóngur honum skák hvað eftir annar. Ónulega leikur töflugák. Þegar það er eftir minna en 3 mínútur að tíma? Já, minna en 3 mínútur tímanum eftir. Eða annar keppn að minna en 3 mínútur eftir. Svo er bara sjálfveitt bókandi hérna. Já, ég skapla það þig. Já. Og eru menn þá með það sama sestir að tafli?
lokið. Já,
Stöð viðtalið Birgir Sigurðsson.
þessari tvímenningskeppni varð ekki sökum þess að mótstjóri sem að lofað hafði verið frá Briddsfélagi Reykjavíkur mætti ekki á staðinn. Tóku þá félagar sem að mættir voru upp venjulegt Róbertuspil. Væntanlega verður reynt að halda tvímenningskeppni fljótlega og þá tryggja það að mótstjóri verði til staðar. Ágúst Jakobsson. Fríða Björg Þorsteinsdóttir.
Taka bara sitt. Já. Það er ekki líka þannig bara. Já,